Yfirmaður hjá Google segir það skrýtna forgangsröðun hjá stjórnvöldum að veita margfalt meira fé til varðveislu fornminja en í þróun máltækni fyrir íslenska tungu. Án hennar deyi málið út. Ef íslenskan á að lifa af í framtíðinni verður að leggja meira fé í íslenska máltækni, þetta segir yfirmaður hjá Google. Íslendingar hafi einstakt tækifæri á meðal lítilla málsvæða til að halda tungumáli sínu á lífi. Úlfar talar ekki ítölsku og Thea talar ekki íslensku. Engu að síður geta þau talað saman á móðurmálum sínum. Hvernig líkar þér að vera á Íslandi? Come ti piace essere in Islanda? Mi piace molto. Ég kann ágætlega við. Máltæknin í forritinu Google Translate enn frumstæð á íslensku en hún þarna þó. Íslenska eina litla tungumálið í heiminum sem Google hefur tekið inn í máltæknigrunn sinn, eingöngu vegna þess að íslenskir starfsmenn Google hafa notað aðstöðu sína hjá fyrirtækinu og fært hann inn. Í raun og veru fyrir lítil málsvæði að þá erum við með einstakt tækifæri því að við erum komin lengst. En það ekki nóg. Ég held að flestir Íslendingar sem er ung börn og svona vita að þau eru með mikið af ensku efni, barnaefni og svona sem að þau eru sífellt að nota, tölvuleiki og svo framvegis. Þannig að enska umlíkur í raun og veru ungu kynslóðina og við erum að sjá börn allt niður í leikskólaaldur sem að nota ensku við að leika sér. Þannig að það auðvitað slæmt og hrikalegt ef að það fer fram sem horfir. Sumir íslenskufræðingar hafa varað við því að íslenskan deyi út á stuttum tíma ef ekkert verður að gert. Úlfar telur að máltækni í tölvum geti bjargað málinu. Innan fárra ára víki lykla borð og takkar að miklu leyti fyrir raddstýrðri tölvutækni. Sú tækni hefur tekið alveg stórum framförum á senstu 3 árum og mun innan örfára ára vera til allstaðar. Og ef að við náum að koma íslenskunni inn allstaðar, þá engin ástæða fyrir börnin okkar lengur að vera að nota skjátölvur og vera að nota hugbúnað á útlensku, heldur geta að vera að nota hugbúnað á íslensku. Ötull hópur íslenskra fræðimanna hefur á undanförnum árum unnið að því að þróa og vekja athygli á íslenskri máltækni. Í fjárlagafrumvarpi næsta árs gert ráð fyrir 30 milljóna króna framlagi til máltæknisjóðs. Það meira en bjartsýnustu máltækni frömuður bjuggust við. Á sama tíma ráðgert að veita 944 milljónum króna til menningararfsins. Undir þann fjárlagalið falla Þjóðminjasafnið, Húsafriðunarsjóður og skyldar stofnanir. Mér finnst þetta vera skrítin forgangsröðun. Ef að við ætlum að styðja okkar þjóðarmenningu og okkar menningararf, þá þarf að fyrst og fremst tryggja það að íslenskan lifi áfram og við erum á þessu núna svona krítiska tímabili þar sem að við verðum að ákveða í framtíðinni munu Íslendingar nota íslensku eða ensku í sínu daglega máli. Fræðimennirnir hafa sett fram 10 ára aðgerðaráætlun til að þróa íslenska máltækni frekar og áætlað heildarkostnaðurinn verði milljarður króna. Það sem að vantar herslumuninn það að nýta tækifæri sem við höfum með þessu forskoti, að tryggja það að þegar þessi tækni verður til frá öllum fyrirtækjum, frá Amazon og Facebook og svo framvegis sem bara nú þegar komið og að vera ennþá meira, að þá getum við talað við bílinn okkar á íslensku.